Já, góðu gestir. Það stóð á endum að það var slökkt á mikrofónunum þegar kynningi fór fram á liðunum. En nú horfum við hlustum á íslenska þjóðsönginn. Já, góðu gestir, hjartalega velkomin hér í þessa útsetningu frá bikarleik 11. flokks karla í körfubolta, Vísbikarnum. Hér erum við að fara að eignast nýja bikarmeistara í lok leiks. Nú þjálfaraliðana eru þeir Hrafn Kristjánsson með Blikana og Ingi Þór Steinþórsson hér með Stjörnuna. En skulum kannski bara byrja á því að kynna til sögunar dómaraleiksins. Dómararnir hér í þessum leik í kvöld eru þeir Jóhannes Páll Friðriksson, Bjarni Rúnar Lárusson og Bergur Daði Ágústsson. Nú, eins og ég sagði við ykkur, þá glemtum við að kveikja á hljóðinu þegar liðskynningi var, þannig að við skulum bara renna í hraðarasti yfir liðin og byrjum hér á Stjörnunni sem á heimaleikinn í kvöld. Númer 5 er Benedikt, númer 11 Atli Hrafn, 15 Þorsteinn, 17 er Matthías, 21 Björn Skúli, 23 Dagur Máni, númer 25 Steingrímur, númer 31 Sigurbjörn, númer 35 Grímur Kári, númer 77 Haukur Steinn, númer 88 Ragnar Páll og númer 99 er Sölvi Kaldar Birgisson. Nú þá er það lið Breiðabliks. Þar er liðsmaður númer 2 Árni Magnús, númer 5 Dagur, númer 6 er Jökull, númer 10 er Alexander Jan Hrafnsson, númer 11 Stefán Þór, númer 12 er Logi, númer 13 er hann Hjalti og illa skrifað hérna, númer 14 er Bjarki Steinar, númer 29 Matthías Örn, númer 75 er Orri og á lokum leikmaður númer 91 er Steingrímur. En góðu gestir, við erum ekki að keyra mikið á kynningar í þessum leikjum. Við lofum leikjónum bara að njóta sín og hljóðin úr salnum. Hér er okkur ekkert að vandbúnaði að fara af stað. Það er svona áhugavert að lofa ykkur að sjá hvernig þessi lið komust í þennan leik. En ef við horfum fyrst á lið Stjörnunar, þá spiluðu þeir 5. febrúar í umhyggjuhöllinni í Garðabæ, þar sem að 11. flokkur drengja spilaði við 11. flokk drengja, B-liðið Stjörnunar og unnu þá 115-62 og á sama tíma tókust Breiðablik á við KR-inga og þeir unnu KR-ingana í þeim leik 98-65. Og hér erum við komin til þess að njóta þessa leiks. Vonandi verður hann bara spennandi og skemmtilegur. En ég óska ykkur bara öllum góðrar skemmtunar.
Nú kjárfarið á þessu áhlaupi stjörnumanna tekur Hrafn Kristjánsson leikhlé og við skulum sjá hvort að hann á ekki að róa leikinn og snúa honum sér í hag, en þetta hefur gengið nokkuð fjörlega. Björn Skúli er stigahæstu stjörnumanna með 7 stig af þessum 14 og Breiðabliksmegin er það Bjarki Steinar með 5 stig sem að hefur svona verið afkasta mikill. En hér erum við í leikhléi og við erum bara spenntir eftir að sjá þið liðin koma út aftur.
Nú þetta var 5. villa Stjörnunnar í þessum leikluta og þar af leiðandi eru Breiðholtsmenn að fara hér að skora skjóta 2 til bónustigum. Og þá eru komin bónus beggja vegna. Allar villur hér eftir í þessum leikluta leiða af sér bónusskot. Hér eru þetta ótrúlegur endir á þessum fyrsta leikluta leiksins. Það sem að Blikar voru nú bara inn í leiknum alveg fram á síðustu augnablikin. Þegar Stjarnan á einhvern ótrúlegan hátt skorar steluboltanum á síðustu mínútunni og síðustu sekúndunum og setur síðan flautukörfu hér í endan.
En við erum komnir hér í bilið á milli fyrst og annars leikluta og höldum áfram. Og hæstu stig eru þetta Stjörnumegin, 31 stig komið. Þar hafi Björn Skúli komið með 15 stig, hvorki meira né minna. Breiðabliksmegin, þar sem þeir eru búin að skora 23 stig. Þar er stigahæstur Bjarki Steinar. Nú, við bendum ykkur á tölfræði á vef Körfuknattleikssambandsins, þar sem er tilvísun í tölfræði leiksins og þið getið notið hans þar. Þar er alla helstu tölfræði leiksins að sjá. Takk fyrir.
Nú eftir þennan hraðakafla ákveður Hrafn Kristjánsson að taka hér leikhlé og ráða ráðum sinna manna 4:06 eftir og það sem kannski svona markverkast er á statinu er að það er einn liðsmaður Stjörnunnar komið 3 villur, Sölvi Kaldal en annars eru svona aðrir leikmenn bara með 1 og 2 ekkert stórt sjáanlegt á villum í þessum leik en hraðin mikil og skemmtan góð en við bíðum eftir hvað kemur út úr þessu hjá Hrafni með sína drengi og sjáum hvernig við förum inn í hálfleikinn en staðan er 44-31 fyrir Stjörnunni og munar þar mest þrista regn sem að dunið hefur á hjá Benedikt númer 5 hann er komið með 8 stig en við bíðum spennt eftir því að leiklíðan klárist. Takk.
Nú hér eru villur stjörnumanna í leikhlutanum, orðnar 5. Þar af leiðandi fær Breiðablik bónusskot hér. Nú við förum inn í hálfleikinn eftir þessa flugveldasýningu stjörnumanna hér alveg í blá endan. Það virtist vera að Blikar væri að komast inn í þetta. Náðu þessu niður í 10 stig á millum. En liðsmenn stjörnunar bæta í, virðist vera. Og hér í húsinu þá eru þetta stjörnumegin Björn Skúli með afgerandi forystu í stigaskorinu. Hann með 20 stig. Og Benedikt á eftir honum með 11. Blikamegin Bjarki Steinar ennþá með 8 stig. En bæði Orri með 7 og Jökull með 7. Aðrir með minna. En við bara höldum útsendingun í gangi hér í leikhléinu og leikhléið er 15 mínútur, 14 eftir. Þannig að við bara sjáumst hér eftir augnablik. Takk fyrir.
Jæja, þá fyrir nú að líða þessum seinni hálfleik og það er nú eins og alltaf í bikarleikjum, þá er öruggt að við fáum hér nýja bikarmeistara í 11. flokki karla en staðan eins og þið sjáuð á skjánum er 54-37 fyrir drengjónum úr Stjörnunni og vonandi jafn hraður og skemmtilegur seinni hálfleikur framundan. Hér hefur þjálfari Breiðabliks vonandi náð að peppa sína drengi áfram og Ingi Þór að sjálfsögðu að leggja upp taktíkina fyrir seinni hálfleikin en hér koma liðsmenn Breiðabliks inn á vellinn. Já, nú eftir ennþá 45 sekúndur. En ég ætla að minna ykkur á statistíkina, þetta er allt statað inn á vef Körfuknattleikssambandsins þessi leikir. Þar getið þið séð alla helstu statistík í þessum leik. Svona fun fact í sambandi við lið Breiðabliks í kvöld er að hér eru feðgar, þjálfari og aðstoðarþjálfari. Mikael Máni er að þjálfar hér með pappa sinum og svo á hann bróður í liðinu þess þá heldur. En við leikurinn komin af stað og ég óska ykkur góðrar skemmtunar.
Hér til útskýringar eru dómararnir að útdeila eftir þetta klafs í tegnum, tæknivillum á báða liðsmenn sem tóku þátt í þessu og síðan er skotið þannig að villurnar eða skottilrauninni fyrir báða jafnast út og liðsmaður 77 í Stjörnunni Haukur Steinn tekur 2 vítaskott út af upphaflegu villunni. Breiðablik tekur leikhlé.
og þá lokið þriðja leikluta í þessum leik og enn forystan Stjörnunnar stór, svona viðhelst. Eina sem að geti kannski komið einhverju púður í þennan leik held ég að 3 liðsmenn Stjörnunnar eru með 4 villur. Allir eru þeir mjög atkvæðamiklir í liðinu. Það eru þeir Benedikt sem er búinn að skora 23 stig og er stigahæstu Stjörnumanna. Hann er komið 4 villur. Atli Hrafn, númer 11, hann er með 4 villur og er svona sterkasti varnarmaðurinn. Og síðan er Sölvi Kaldal komið með 4 villur. Þannig að það gæti breytt töluverðu í þessum 4. leikluta fyrir Stjörnumenn ef að þessir 3 lykilmenn, einhver þeirra fer út af með 5 og sannlega fleiri en 1. En við bíðum og sjáum, þetta er allavega vonandi liggur spennan þarna í þessum leik. En við tökumst á við leiklið og svo seinni hálfleikinn eftir augnablik.
Breiðablik tekur leikhlé. Hér kom fimmta villa stjörnumanna í þessum leikluta. Þar af leiðandi skjóta Blikar nú 2 bónusskotum.
Hér fær Benedikt Björgvinsson 5. villuna sína. Ég biðst forláts á því að myndavélinn hreyfðist ekki með og elti ekki atburðinn. En hann breyt af sér við að reyna að ná boltanum, fiskan upp. En Breiðablik skýtur hér út af bónusnum, auka skotum. Og hér fekk liðsmaður Stjörnunar, Sölvi Kaldal, tæknivillu fyrir að hafa sagt eitthvað við dómarann, þannig að hann er annar liðsmaður Stjörnunar sem fer hér út af með 5 villur. Og þó að munurinn sé nú svona mikið 5,34, þá var þetta ekki gott þegar núna er Stjarnan með 2 liðsmenn með 5 villur og 2 með 4. En Breiðablik skýtur einu skoti fyrir tæknivilluna.
Og þá það orðið nokkuð ljóst að það eru komnir bikarmeistarar helgarinnar númer 2 hér í hús. Hér fagnar keppnishópur Stjörnunnar, 11 ára drengir, bikarmeistaratitlinum. Úrslit leiksins 106-79 og hér framundan verðlaunaafhending sem við ætlum að fylgjast með. En hér mikil fögnuður, skiljanlega. Framundan silfurverðlaun fyrir lið Breiðabliks og síðan bikarmeistarunum afhent verðlaunin í kjölfarið og bikarinn. Ég vil nota að tekja fyrir að óska keppnisliði Breiðabliks kærlega til hamingju með að hafa komist á þennan stað og að fá hér frá fulltrúa Körfuboltasambandsins og VÍS silfurverðlaun 11. flokkur karla 2024. Við bíðum hér eftir afhendingu titilsins og ljúkum svo þessari útsendingu hér í kjölfarið á því. Ég vonaði að hafi notið útsendingarinnar og hún hafi staðist væntingar. Næst sendum við út á YouTube-rásum Körfuboltasambandsins á sunnudag. 3 bikarleikir, fyrsti hefst klukkan 12 á sunnudag. Og þá búum við undir það að fá Stjörnuna hér á pallinn.
Hér smá spenna fyrir því, allavega hjá Þul, hver verður valinn maður leiksins. Þeir eru Benedikti með 23 stig, Björn Skúli með 24 stig, Sölvi 18. Við bíðum spennt eftir því að vita hver maður leiksins og svo fagnar strákarnir og lyfta bikarnum. Og eins og kom fram áðan þá þjálfari Stjörnunnar Ingi Þór Steinþórsson. Þetta annað liðið sem hann þjálfar hér í þessum úrslitum í kvöld. Og maður leiksins Björn Skúli. Hann vel að þessu kominn og við óskum honum hjartanlega til hamingju. En við erum að fara að ljúka þessari útsettingu hér bara strax og bikarinn komin á loft. Laupa strákarnir hér hring og skulum við sjá. Við óskum Stjörnunni kærlega alla hamingju með bikarmeistaratitilinn og þökkum áhorfendur kærlega fyrir að hafa tekið þátt í útsendingunni og vonandi að hafið notið hennar. Takk fyrir kærlega.